Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, vikulegan þátt sjónvarps Víkurfrétta. Í fjölbreyttum þætti vikunar kynnum við okkur heilsueflingu á skrifstofum sem gæti orðið ný bylting. Við hittum pólskan pilt sem kom til Suðurnesja 5 ára en hefur síðan leikið með öllum landsliðum Íslands í körfubolta. Nú stutt í þorrann en hver gæti ímynda sér að borða djúpsteikt svið í Orlídegi með Bernes. Við ætlum að byrja þáttinn á veitingastaðnum Réttinum í Keflavík í sviðaveislu. Íslendingar eru margir hverjir aðdáendur sviða enda þjóðlegu réttur og eitthvað sem við borðum alla mánuði ársins en kannski aðeins meira á þorranum. Köld eða heitt með rófustöppu og kartöflumús en ekki aukalega djúpsteikt með bernesósu en líka mús og rófustöppu. Þetta ekki eitthvað sérstakt? Þetta alveg sultu góð sko. Aha. Með Bernes. Þetta já, með Bernes, já, alveg klikkar ekki. Sett þetta bara hérna. Svo þarf að halda honum þannig að degið aðeins byrja að lyfta sér þannig að hann sökku ekki bara allur í botnin og festist. Já, það líftiduftið sem að lætur hann fljóta. Herru, þessi hugmynd fæddist hérna hjá okkur. Við vorum búin að vera að vinna svolítið með að vera með lamb Bernes og prófum að taka lambahaus Bernes og þetta var bara að færa þetta á næsta level, að djúpsteikja lambið. Já. Þannig sviðahausinn orðinn ljós. Já, nú er hann orðinn ljós, þannig að svo dökknar hann og verður alveg virkilega girnilegur. Og svo er þetta bara borið fram með hefðbundnu meðlæti. Eins og þú værið að borða lamb með Bernes, já, það er nema að við erum með líka rófustöppuna og músina. Já. En hvað, ertu búinn að sjóða kjamman á undan? Já. Já. Þannig að þú ert í rauninni bara svona... Kjamminn er soðinn í saltvatni í 2,5 klukkutíma. Já. Hægsuðu og síðan er hann tekinn og látinn rjúka og settur í orlí og djúpsteiktur. Þannig þetta ekki fish and chips, þetta lamb and chips. Já, akkurat sko. Er ekki með franskar með þessu eða? Já, allt í boði? Það er allt í boði bara. Já. Og hefur þetta verið vinsælt hérna? Þetta hefur notið gríðarlega vinsælda. Já. Og hérna, sérstaklega eftir að fólk fór að taka eftir þessu og þá þurfum við alltaf að vera klárir með Orlídeg á kantinum þegar við bjóðum upp á svið. En eru þá með gömlu aðferðina líka, bara sóðinn svið og... Já, hefðbundið svið svona. Nú er hann farin að taka svona lit sko og brúnast. Brúnast aðeins. En þetta er svolítið handavinna náttúrulega. Já, þetta er handavinna. En það er nú bara þannig með allan mat sko, hann þarf góða meðhöndlun og hann á að bragðast vel. Nostur, Það þarf að setja sálina í þetta sko. Já. Þá held ég að þetta sé bara tilbúið hérna hjá okkur. Já, glæsilegt. Þá er ekkert annað en að diska þessu bara upp. Þannig að svona lítur þetta út sko. Við færa þetta upp á disk. Já. Svona. Svo ætlum við að láta hérna smá kikk með þessu. Það er Bernes. Það er Bernes sósan. Þá er þetta tilbúið. Þetta lúkkar svakalega maður. Já, þetta er svolítið skemmtileg útfærsla á sviðakjamma. Já. Bernes, rófustappa og
hann segir bara Finnst þetta ekki svolítið sérstakt? Þetta mjög gott. Þetta mjög gott. Þetta bara, þetta setur þetta á svolítið annan stað og poppar þetta upp. Já. Og ég var alveg full að trú á þessum rétti, sko. Já. Virkilega. Og bearnaisesausan kemur rosalega sterk með þessu. Já. Það svona smá sýra í henni og smjörbragðið og gerir þetta bara geggjað, sko. Þið voru eitthvað að reyna þetta núna í desember? Við vorum að svona, sko, málið það að þetta gerðist eiginlega óvart, sko. Þetta var þannig að ég átti svona rólegan tíma í eldhúsinu og var að bíða eftir að kúnnahópurinn væri að koma hérna inn. Átti sviðakjama, tilbúin að soðna. Þannig að ég ákvað bara að smella í orlíteig og djúpstekja og þetta kom svona fjandi vel út. En það svo sem, að því við erum að tala um orlíteig, þá svo sem það ekkert nýtt að láta sko þjóðlega mati í orlíteig vegna þess að ef þú fer nú bara á einn fínasta veitingastað í Reykjavík, 101 Reykjavík, þá færðu djúpsteiktan harðfisk á þeim stað. Þannig að það nú verið að setja, og hann í orlíteig, það nú verið að setja ýmislegt í orlíteig. Sko. En þið eru með náttúrulega mjög vinsalan fisk og franskar eða fish and chips eða ekki sem er í orlíteigi. Já, við erum sérst búin að vera með fisk og franskar, fisk í orlíu og franskar alltaf á 50 dögum síðastliðin 10 ár og alltaf jafn vinsæl. Já, akkurat. En þið eru svona, hvernig myndir þú útlista réttinn, Maggi, sem hvurslags veitingastafur er þetta? Þetta svona fyrst og fremst heimilismatur sem við erum að afgreiða hérna. Við köllum okkur líka kannski diner, en fyrst og fremst þá erum við bara með góðan og heimilislegan mat. Hann tilbúinn alltaf í borðinu, menn þurfa ekki að bíða eftir honum og þetta gengur mjög vel. Það alltaf 6 til 8 réttir í boði. Menn geta fengið franskar, kartöflumús eða kartöflur, bara þeir velja það sem þeir vilja. Og þið voru að fagna 10 ára afmæli bara núna síðast árið, eða ekki? Jú, í apríl og síðast árið. Það fyrir að styttast í 11 ára afmælið og það var bara alveg æðislegt. Tími fljótur að líða. Já. Og kúnnarnir, hver eru þeir? Vinnandi menn? Vinnandi fólk? Já, sko ég myndi segja að kúnnahópurinn er 90% karlmenn, það nú bara þannig, en hann samt mjög breiður. Það eru karlarnir sem eru á gröfunum og það eru smiðirnir og pípar og rafvirkjar og svo var þessi góði hópur hérna til dæmis sem kemur hérna á hverjum degi í mat. Mjög góði vinir mínir. Já, það er þessi margir. Þetta er mikill fjöldi sem kemur hérna hverjum degi? Já, það eru hérna í gegnum salinn, þeir sem borða hérna inn í salnum eða taka með sér, það er svona í kringum 300 manns. Svo sendum við út í hitakössum líka og við erum að afgreiða 700 til 800 mata í hverju hátíð. Já, svo það er mikið að gera í eldhúsinu? Já, það er mikið að gera og mikill undirbúningur og mikið skipulag til þess að láta hlutina ganga. Þannig að þú hittir og þið hittir marga hérna á hverjum degi? Já, við gerum það virkilega og gaman kannski líka að segja frá því að þegar það er þinghlé í þinginu þá eru þingmenn mjög duglegir að koma hérna í hátíðinu og borða hátíðismat vegna þess að þeir hitta nánast alla hérna. Þannig að það er bara gaman að segja frá því. Íþróttakennarinn Sigurbjörg Gunnarsdóttir og Björgvin maður hennar voru farin að finna fyrir stoðkerfisverkjum því að þau voru farin að vinna skrifstofuvinnu með mun minni hreyfingu en þau voru vön. Þau voru ekki sátt við það og googluðu nýjar hugmyndir til að bæta úr því og fundu þá amerískar skrifstofulausnir sem eru byltingakenndar. Við erum að tala að geta verið að hjóla eða á göngubretti á meðan við erum í tölvunni. Ótrúlegt en satt og við heimsóttum Sigurbjörgu á nýjum vinnustað í Keflavík og fórum auðvitað beint á bretti. Já, nú er ég á svolítið skemmtulegum stað, ekki í ræktinni en þó aðeins. Eiginlega á skrifstofunni, eða ég ímynda með það að ég sé að fara að skrifa hérna frétt eða klippa. En hjá mér er Sigurbjörg Gunnarsdóttir, stofnandi Hreyfi Sports, sem er að opna hérna í Keflavík. Hvað segir mér að þessu, Sigurbjörg? Það segja okkur hvaða starfsemi þetta er? Ég er augljóslega á göngubretti. Þetta er náttúrulega bara nýtt á Íslandi og myndum við kannski segja sem svona næsta bylting og eftir upphakalega skrifborðinu. Og ég fann það sjálfa í skinni í skrifstofuvinnu að það var ekki nóg að standa við skrifborðið. Það er mjög gott og gott næsta skref. En það var einmitt að ná smá bara hreyfingu og losa aðeins kannski bara þá eins og mjóbakssvæði og mjaðmir og þannig draga úr vöðvabólgu og svona óþægindum. Þannig að kannski ekki hugsa að sleppa þeim fyrir ræktina með því að nota þessar vörur en
En þetta svona bara gott með til þess að láta sig líða betur og bæta heilsuna. Man finnst þetta að vera svolítið, hvað ég að segja, sérstakt að þú getur verið að vinna í tölvunni og vera á göngubretti í leiðinni. Þetta svolítið ýkt. Já, þetta svona við fyrstu sín getur verið. Þetta náttúrulega nýtt og allt sem nýtt. Er maður lengi að vennast þessu? Það náttúrulega mísamt. Tók mér náttúrulega bara örskamastund, einhver svona kannski hálftíma eitthvað það. Meðan að ég hef heyrt frá öðrum að það taki kannski 1 vinnudag eða kannski upp í viku. En svona heilt yfir þá tekur það mjög stuttan tíma og þú sinnir flest allari þeirri vinnu sem þú ert vanur að sinna. Eins og skrifa tölvupóst og vinna í einhverjum útreikningum, en kannski helst þegar þú ert í fínvinnu að þú þarft kannski að stoppa eða hægja vel á. Komdu nú að skipta við mig hérna. Og þá spyr ég, af því að mér finnst þetta að vera svakaleg bylting. Er maður lengi í einu eða er þetta eitthvað sem hver einn finnur sjálfur hjá sér að hvaðan á að vera lengi? Ég myndi segja, eins og segja bara, allt gott í hófi og það sé ekkert gott að vera labbandi allan daginn frekar en að sitja allan daginn. Þannig að bara þessi gullni meðalvegur, bara finna kannski bara hjá þér hvað hentar, þannig kannski frá því að geta labbað í hálftíma yfir vinnudaginn, bætt því við, eða jafnvel sumir eru klukkutíma fyrir hádegi og klukkutíma eftir hádegi. Þannig að þetta gott að titla sér á milli, en þetta bara svona góð viðbót, myndi ég segja. Hvernig sérðu þetta fyrir þér að þú ert kannski að stíla inn á fyrirtækjamarkaðin í þessu? Sérðu það fyrir þér að í einhverjum fyrirtækjum sé ein starfsstöðum bara hér og fólk kemur með sína tölvu eða þannig að þú ert kannski ekki með þetta bara algjörlega hjá mörgum aðilum, maður sér það kannski ekki alveg þannig fyrir sér, er það? Ég myndi ekki kannski... Inn í sama fyrirtæki, meina ég? Ég held að það sé rosalega þægilegt að hafa þannig að setupið að svona ákveðin hreyfistöð, þannig að eins og þeir sem eru með svona free seating konsept, að þá er í rauninni enginn með sitt skrifborð, heldur ertu að koma bara inn og setur tölvuna í dokkuna og þá velur þú kannski nú ætla ég að vera á hreyfistöðinni og nú ætla ég að fara í næðisrými eða þannig að fólk hafi svolítið val, þannig ég held að þetta sé bara mjög gott í bland við allt hitt. En svona, já, hreyfistöðvar er eitthvað sem ég myndi vilja sjá bara í öllum fyrirtækjum, þannig að fólk hafi tækifæri til að hreyfa sig yfir vinnudaginn. Hvernig gerist þetta í það? Hvernig fyrst þessa hugmynd og hvað sást þetta? Þetta er, sem maður segir, þetta er eitthvað splungu nýtt. Herri, já, það er nú kannski alveg saga á bak við það. Við hjónin vorum bæði áður í hreyfanlegri vinnu, hann vann sem smiður og ég sjálf íþróttakennari. Þannig að við fórum svo bæði skrifstofuvinnu og fórum að finna fyrir stoðkerfisóþægindum, kannski svona stífleika baki og vöðvabólgu og jafnvel svona að finna fyrir höfuðverk og fórum bara að hugsa hvað við getum gert til þess að láta okkur líða betur þegar uppakkalegt skrifborð var kannski ekki alveg nóg. Þannig að við fórum bara á svona hennan hefðbundar netrúmt og skoðum og eftir svolítið leit þá fundum við þessi lifespan tæki sem að hafa farið sigur fyrir Bandaríkin. Þetta eru mest seldu tækin í Bandaríkjunum í dag og fyrirtæki eins og Facebook, Google, YouTube, Nike, Marriott, stór fyrirtæki, þau eru að kaupa þessar vörur inn á skrifstofurnar hjá sér. Þannig að það hafði svolítið mikið að segja, þannig að við fórum og hittum þá sem er að sjá Evrópumarkaðinn og prófuðum öll tækin hjá þeim og við bara alveg kolfellum og vildum prófa þetta fyrir okkur og svo í framhaldi lifa öðrum að prófa þessar vörur og bæta heilsu sinni leið. Og ég kom með nýja skrifborðsstól, Sigurbjörg. Þetta er alvöru græja. Ertu ekki ánægð með þetta bara? Þá letur alla hjóla þessu á skrifstofu. Þannig að þetta er til í allskyns útgáfum? Já, við erum með nokkra tegundir á svona skrifstofuhjólum og það er þá bæði hægt að vera með það stillt þannig að það sé færanlegt og trillir því bara út allt og undir hvaða borð sem er. Svo getur það líka festa eins og ég með það, að þá kemur það bara í svona unity, kemur fundaborð og svo þá 3 eða 2 hjól. Þannig að það er líka mjög... Þannig að þetta er bara svona? Ég meina þetta er ekkert mál að gera allt sem þú vanur að gera við þetta. Svo er líka alltaf hægt að stoppa bara og sitja. Þetta er náttúrulega óbúslega þægilegur stóll sem slíkur. Nú voru það að opna skrifstofu hérna eða aðstöðu hérna á Hafnargötunni í Keflavík. Hver hafa svona viðbrögðin verið við þessari nýjung? Bara ótrúlega skemmtileg og óbúslega jákvæð. Það er bara... Fólk er að taka óbúslega vel í að
við séum að koma með eitthvað bæði nýtt inn á markaðan og eitthvað sem bætir heilsu fólks og það held ég að sé bara búið að vera líka ákall eftir einhverjum sambærilegum vörum. Og svo líka bara ótrúlega gaman að vera komin á Hafnargötuna, gaman að vera bara á heimaslóðum og óbúslega mikið líf hérna og mikið bara uppgangur og búið að taka, já, við erum bara búin að fá ótrúlega góða móttökur. Maciej Baginski flutti frá Póllandi með móður sinni til Sandgerðis þegar hann var 5 ára árið 2000. Eftir 1 ár í leikskóla var strákur farinn að sparka fótbolta með ungum Sandgerðispeyjum en nokkrum árum síðar fluttu þau mæðgin til Njarðvíkur. Þar réttu heimamenn honum körfubolta og sögðu að það væri íþróttin fyrir hávaxinn gaur. Síðan hefur hann leikið með öllum landsliðum Íslands. Hann hefur að undanförnu kynnt fyrir ungmennum í Reykjanesbæ með áherslu á að ná til grunnskólanemenda af erlendum uppruna hvað það sé frábær leið að stunda íþróttir til að aðlagast samfélaginu á Íslandi. Við hittum Maciej í Ljónagryfjunni, körfuboltahöll Njarðvíkinga. Jæja Maciej, þú flytur til Sandgerðis ungur að árum. Hvernig stóð því að þið pólska fjölskyldan komu hingað til Íslands? Mamma fór út á undan mér. Hún ætlaði bara að vera í 1 ár og safna sér pening og hún búin í námi í Póllandi og svona. Og bara einhvern veginn varð hún eftir og kom svo og sótti mig árið seinna og við fluttum hana saman til Sandgerðis. Og við erum bara búin að vera hérna á Íslandi síðan. Og hvernig var Sandgerði fyrir 5-6 ára gaur? Það var bara þægilegt, mjög lítið og svona. Ég átti mjög erfitt með sumar hérna fyrst. Ég náttúrulega áttaði mig ekkert að það væri sól allan daginn og allan nóttina skilur. Ég einhver 6 ára guttan út á fótboltavelli til klukkan 12 og mamma leit af mér og vissi ekkert sko. Ég náttúrulega hafði ekki tímaskið þarna og það var bara bjart úti, ég held að það væri dagur. Og varstu strax komin í fótbolta? Já, ég var bara settur í fótbolta held ég í 1. bekk. Mamma er íþróttakona og var í körfubolta á sínum tíma. Það var engin körfubolti þannig í Sandgerði. Svo ég hafði líka mjög mikið áhuga á fótbolta, var alltaf út á sparkvelli áður en ég byrjaði. Já, ég byrjaði svona í 1. bekk í fótbolta. Þannig að þú ert strax komin í íþróttir, ungur árum? Já, algjörlega. Það var svona mitt helsta áhugamál alveg frá því ég var pínulítill sko. En í dag eftir þekktu körfuboltamaður, hvernig stóð því að karvan var fyrir valinu? Maður náttúrulega fluttið til Njarðvíkur held ég 2004 og Njarðvík var náttúrulega frábæra sögu í körfubolta. Ég var samt byrjaði ennþá bara í fótboltanum til að byrja með sko. Og Guðni Erlends var þá náttúrulega í fótboltalínu í Njarðvík og hann var að þjálfa hérna mínibolta í körfunni. Og hann eiginlega dró mig á æfingu bara. Og þar vaknaði ástríðan hérna. En hvernig stóð því að hann, fótboltagaurinn, dró þig í körfubolta? Var það eitthvað sem hann sá í þér í körfu? Ég veit ekki hvort það var eitthvað mikið en allan á hæðin. Ég var gríðarlega stór sem krakki. Ég hef vel ekkert stækkað síðan ég var krakki sko. Ég held að það var svona aðalatriði, það vantaði kannski stóran kallan. Menn horfa alltaf á það, þannig að hæðin er kostur í körfubolta. Já, algjörlega. Ég hefði viljað fá aðeins meira af henni samt. Já. Og hvað, hættir að vaxa bara? Þú ert ekkert mjög hár körfuboltamaður, svona hvað það var þar í dag? Nei, ég held að ég hafði náð bara 1,91 sem ég er í dag, bara 14-15 ára sko, og bara stoppa þar sko. En það er nú samt slatti. Já, ágætis hæð. Já. Og hvað, tóku við góð ár í Njarðvík hjá pólverjunum unga? Já, heldur betur. Voru ekki margir, bæði í Sandgerði og hérna í Njarðvík, voru ekki margir pólverjar. Svo ég gæti ekkert svona tengt mig við eitthvað svona sem ég kannaðist við sem talaði sama tungumál ég.
Svo ég þurfti eiginlega bara dett inn í hópið með Íslendingunum, bæði í Sandgerði og hérna í Njarðvík. Þannig náði ég bara málinu miklu betur og miklu hraðar. Ég var reyndar komið með fullkomna íslensku þegar ég flutti í Njarðvík, sko. Það svona hjálpaði mér eiginlega að aðlagast bara lífinu hérna, sko. Já. Magic, hvað með svona þegar þú ert að alast upp í Sandgerði og svo í Njarðvík, hvernig gekk þér að eignast vini og svona, varstu fljótur að ná því í gegnum íþróttirnar? Eða bara í gegnum skóla? Bara bæði, sko. Það voru í Sandgerði náttúrulega bara mjög lítill bekkur sem ég var í hérna og allir strákarnir þar voru held ég í fótbolta. Svo ég náttúrulega var með þeim þar í fótboltanum og með þeim í skólanum og það auðveldaði mér mjög mikið að bara kynnast þeim, sko. Þótt að kannski ég var ekki alveg með fullkomlega íslensku þá hjálpuðu þeim mér líka, sko. Það var ekki mikið gert grín af manni þarna allan til dæmis. Maður var svona nýr og fannst krökkunum skrítið á þessum tíma að tala ekki íslensku, sko, almennilega. En þeir tóku mig mjög fljótlega í sátt og ég held að það var mjög mikið atriði að vera góður í fótbolta líka. Ég sá það hjálpaði, sko. Og svo í Njarðvík náttúrulega kynnist ég bara flestum af mínum bestu vinum í gegnum íþróttina. Voru það vinið þínir í dag? Já, algjörlega. Ég bara held tengst við flest alla sem við kynnst, sko. Og svo hefur maður náttúrulega kynnst endalaust af fólki bara í hreyfingunni hérna út allt, skilur. Bara alls staðar á landi og það er bara mjög gaman að breiða út þetta tengslanir, sko. Hvenær varstu komið með svona, eins og við segjum, fullkomna íslensku? Hvað tók það þið mörg ár? Cirka? Ég man það ekki almennilega, sko, en ég man bara, þegar ég var flutninga í Njarðvík, þá var ég alveg búinn með engar heim og svona fullkomið mál, sko. Ég var settur held ég í nýbúafræðslu hérna og það var held ég ekki nema 2 vikur eða eitthvað sem ég var útskrifaðist úr því. Hvernig finnst þér málfræðin á Íslandanum? Þú náttúrulega þekkir ekkert annað. Voða lítið. Ég var reyndar í pólskutímum í Sandgerði fyrstu 5-6 árin til þess að læra það. Mér fannst einhvern veginn málfræðin í Pólandi bara erfiðari líka. Þannig að það er verið að leggja áherslu á það að ungi Pólverjar sem koma hingað, þeir fái pólsku kennslu hérna þegar þeir mæta. Þeir telja það sé mikilvægt að þeir kunni góða pólsku leiður að læra íslensku. Það var allavega þegar ég flutti hingað, sko. En það er held ég bara undir foreldrarnir komið líka, sko. En við vorum ekki það mörg, sko. Við vorum held ég 5-6 manns hjá einu kennara í Sandgerði sem var pólsk og hún var að hjálpa okkur með þetta líka. Það var bara einhverjir 2 tímar á viku en ég bara nautist mjög mikið að vera hans líka. Núna er 4. hver íbúi á Suðurnesjum og Reykjanesbæ innflytjandi og það byrja 5. hver er Pólveri. Þannig það er gríðarlega mikið af Pólverum hérna. Já, ég held að Reykjanesbæ sé líka bara mjög góður staður til þess að flytja, sko. Það er náttúrulega stórt Pólverja samfélag hérna sem gerir kannski auðveldara fyrir aðra að koma hingað líka. Það hefur að segja? Ég held það. Já. Samfélag Pólverja sem eru gríðarlega fjölmennir á Íslandi og sérstaklega á Suðurnesjum og samfélag Pólverja og Íslendinga, myndirðu segja að það væri gott í dag? Já, ég held það, sko. Mér finnst bara að kannski Pólverjarnir eru svolítið óöruggir með sig ennþá hérna, sko. Og þeir hópast oft saman bara í sitt svona eigið samfélag, skilur. Það er náttúrulega allt til alls er með, held ég, pólskan veitingastað líka og pólska búðir og eitthvað svona. Og þeir mætti kannski gera eins meiri í því að mingla við Íslendingana svona, finnst mér, sko. Út af það hjálpa líka með tungumálið og bara aðalagast, sko. Það þarf að vera rétt af fólki, sko. Og það er það sem þú ert búinn að vera að gera núna, að halda kynningar fyrir ungmennin, það sem þú ert að segja að íþróttirnar hafi hjálpað þér í rauninni að svona aðlagast betur. Já, algjörlega. Það er bara eitt af aðaladriðunum sem íþróttirnar hafa gert fyrir mig allavega sem innflytjanda, sko. Og ég myndi að halda það að íþróttafélagin á Suðurnesjum, þau myndi alveg vilja fá Pólverjana og innflytjendur til þess að koma í íþróttir því að það er efnilegt íþróttafólk þarna líka. Hvað þarf að gera til þess að fá ungmennin í þetta? Innflytjenda og ungmenni? Ég held að það þurfi bara að leggja ennþá meira áherslu bara að draga alla inn í þetta og eins og var kynnt með hvatagreiðslur og frítt að prófa og svona, það er oft peninga kannski sem skipta máli líka að foreldrarnir hafa kannski ekki efni á því að setja börnin sín í íþróttir eða eitthvað svona, eða tíma því ekki kannski. Og svo eru oft fordómar kannski í öðru landi gagnvart íþróttum út af það er kannski öðruvísi gildi hjá íþróttum í Evrópu til dæmis. Hérna er þetta svona forvarnir, skilur, þetta er
gegn kannski drykkju og tóbaki og svona skilur. En í öðru löndum kannski dragast menn meira í það gegnum íþróttirnar. Og ég held að ÖMFÍ hafi verið með einhverja rannsókn af því, þegar við talaði hjá þeim, þá tölum við að það einmitt svona misræmi milli Evrópu og Íslands, að það ekki eins mikið forvarnagildi í íþróttum í Evrópu, það aðalega Austur-Evrópu. Nei, þú ert bara sæll og glaður hérna á Íslandi? Já, allan að hingað til sko. Já. Hvetur ungmennin til að, fólk svona svipa og þig, eins og þú, sem flytur til Íslands að fara í íþróttir, það hjálpar? Já, bara 100% sko. Með að við til dæmis hvað eru mikið af innflytjendum og útlendingum hérna á Íslandi, þá sér maður ekkert rosalega mörg nöfn til dæmis í úrvalsdeildunum hérna, skilur við. Hvorki í körfubolta, handbolta eða fótbolta, allan ekki með við prósentur sem á landinu sko. Og ég bara hvet alla að geta allir verið íþróttamaðurinn og skara fram úr hérna, skilur við. Maður veit aldrei fyrir maður prófar. Leiðu við þökkum fyrir áhrifu minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Blaðið okkar 40 ára en það kemur út vikulega og dreift í öll fyrirtæki og á heimili á Suðurnesjum. Við minnum á Víkurfréttavefinn vaff.is sem með nýtt efni daglega og fyrir kylfingana má sjá nýja fréttir daglega á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns má finna á Víkurfréttavefnum. Þið getið séð þannig frábæru myndgæðum í öllum ykkar tækjum. Við endum þáttinn á myndum frá Keflavíkurhöfn í rokinu í vikunni. 100 dílaskarfa söfnuðu saman þar sem vindurinn var aðeins minni á bryggjukantum og pollum í mögnuðu umhverfi sjávar á kletta. Mjög sjaldgæf sjón en flott hún. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.